COVID-próf með niðurstöðum á 12 mínútum, getur það verið? Við sendum Rakel og Tjörva upp í Háskólann á Akureyri til þess að komast að hinu sanna. Lítum á það. Já, takk fyrir það, Villi. Ég heiti Rakel, ég er stödd hérna upp í Háskólanum á Akureyri. Nú er hægt að komast að því hvort að maður sé með COVID eða ekki á 12 mínútum. Takk fyrir. Ekkert með að sitja í sóttkví í nokkra daga og láta sig leiðast. Það er hérna Arctic Therapeutics, Olga og Hugrún. Þær eru staddar hérna með aðstöðu hérna í Háskólanum. Og ég ætla bara að fara í COVID-próf. Góðan daginn. Þetta tekur víst bara 12 mínútur. Þannig að ég bara nota tækifærið og spjalla við þær á meðan ég fæ niðurstöðurnar. Ég er ekkert með einkenni eða neitt sko, þetta er bara fyrir sjónvarpið. Þannig engar áhyggjur. Það á að vera hérna fyrir endan. Arctic Therapeutics. Hæ. Velkomin. Takk. Wow, það eru bara til í þetta. Hvað ætlið þið að gera við mig? Við ætlum að taka hjá þér svona skyndihröðpróf, það sem við erum að fara með núna með í gang, sem er svona antigenpróf. Og við ætlum að taka nefpróf hjá þér og athuga hvort þú ert með COVID. Sko, ég hef einu sinni farið í COVID-próf, svona venjulegt COVID-próf. Og þar var einmitt líka farið inn í nefið á mér og gramsað mjög mikið. Ætlar þú líka að gera það? Pínu já, ég ætla ekki að lofa neinu góðu. Ok, ég er spennt. Þú sérst að standa og halla aðeins höfðinu, setja grímuna niður og horfa aðeins upp í loftu. Ég þarf að fara í báða nasir. Ég skal reyna að pína þau ekki eins hræðilega. Og hinum megin. Þetta er bara kósí. Já. Glæsilegt. Erum við tár í augunum eða? Svo setjum við sýnið sem sagt bara onni í raun og veru svona buffer sem að við erum með pínlítið buffer sem sagt vökva í glasinu og það er í raun og veru að draga út sem sagt öll prótínin sem eru í nefinu á þér lamar í raun og veru veiruna. Og við erum sérst núna bara að fylgjast með henni Já. hræra í vatni og hórinu á mér. Já, nákvæmlega. Þannig að Æsispennandi. hún er í raun og veru tekur og við erum svona cirka að skafa 10 sinnum meðfram. En bufferinn á að vera það að þú veist sérvirkur að hann ætti raun og veru að taka alveg, já, þetta er raun og veru nóg. Svo lokar hann bara hérna glasinu, svo erum við að snúa því nokkur sinnum og svo erum við raun og veru að setja í þessi hérna græju og ég þarf að setja hérna inn upplýsingar þig. Þetta fer hérna. Og þetta er bara öll græjan? Já, þetta er raun og veru allt og sumt. Og þessi græja er raun og veru gerð svona fyrir, þetta heitir point of care á ensku. Þar sem að þú ert kannski að taka á móti sjúklingum sem læknir eða svoleiðis. Þannig að þetta er svona svolítið gert til þess að fara með og fylgja með svona taska og svoleiðis. Þannig að þetta er svona svolítið gert svona on the go á góðri íslensku. Getur bara hver sem er í rauninni keypt sér svona tæki? Nei, ég held ekki. Við erum í raun og veru umboðsaðilar hérna á Íslandi. Þannig að það er í raun og veru gert í gegnum okkur og sjálf testin líka. Segðu mér aðeins frá ykkar fyrirtæki, eða fyrirtækinu sem er með þetta. Við þessu kennitalinu stofnuð 2015. Starfsemin hefst fyrir svona af alvöru fyrir 2 ára síðan. Þar sem við erum að skoða arfgenga heilablæðingu. Og við erum í raun og veru með klíníska rannsókn í gangi á því. Arfgeng heilablæðing er svona séríslenskur erfðasjúkdómur. Þar sem við erum með fólk í klíníska rannsókn erum að fylgjast með á 3 mánaða fresti. Og já, það er raun og veru svona okkar dagsdaglega starf, þetta er svona aukaverkefni okkar, þannig að, já. Er þetta skemmtilegt? Mjög skemmtilegt, mjög gefandi. Poti nefið á fólki. Já, það lítur að vera mjög skemmtilegt. Þannig að Sína er komin núna í, hún settir henni bara dropa hérna á plötuna og þetta er henni virka bara svona, hún telur niður úr 12 mínútum. Og hvað er svo gert og sagt og svona dúlla sér á meðan verið að bíða? Við vanalega náttúrulega tökum sýnin bara í bílunum hérna fyrir utan. Þannig að fólk tökum bara testi og það fer svo bara áfram og sinni sínu. Svo sendum við bara niðurstöðum tölvupósti. Þetta er ekki tilbúið það? Nei. Hún er raun og veru að draga sýni núna yfir plötuna. Þetta er svona segulvirkni, það er svona ýlir hún. En já, ok, þannig að venjulega þá væri ekki svona vandræðalegt moment
Venjulega er fólk bara farið í bílunum. Þarf ekki að bíða eftir niðurstöðu hér. Segðu mér aðeins frá þessum galla, hvar fær maður svona? Það geggjaði galli, farið hann í rekstravörum held ég. Gerir mjög mikið fyrir línunar og bara dásamlegt að vera í honum. Þú kafnar og hita og allt saman. Þetta er mikla virðingu fyrir fólki sem stendur í þessu alla daga, allan daginn. Það er allavega svona, þú veist, hægt að taka hann saman í mittið. Já, nákvæmlega. Förum aðeins í gegnum það. Ef ég skildi vera með COVID, hvað gerist þá? Þá myndi ég þurfa að senda þig raun og veru eða sýni þitt beinustu leið í svo kallað PCR-próf sem er raun og veru eina sem er viðurkennt fyrir jákvæða prófin. Þannig ef þú fær jákvætt frá mér þá ferðu aftur í svona test eða við förum með sýni þitt og þú þarft að fá jákvæða staðfestingu þar líka. Og ég væri semst ekkert bara að fara aftur í vinnuna að klippa þetta einslag, ég væri bara að fara beint í COVID-test. Og beint í einangrun. Sóttfrí, tjók. Já. Jæja, ég bjóst nú ekkert endilega við því að vera stressuð, en ég er pínu stressuð og það er komin niðurstaða. Hvað segið þið, stelpur? Er ég með COVID eða? Hérna, er hún með COVID eða? Já, með COVID. Er ekki skilja bara eftir, fyrir bara. Já, þetta er alveg fyndið. Ég er reyndar ekki með COVID, við vorum aðeins að fíflast. En hvað segið þið? Er þetta ekki örugglega neikvætt? Jú, ég raun og veru eftir að koma með neikvæða svörin, þannig að þú ert ekki með veruna. Sem betur fyrr, ég er samt alveg með pínu stress. En ég er semst ekki með COVID og þetta er reyndar alveg magnað að maður getur bara komið hérna, dúlla sér aðeins og bara fengið að vita strax hvort maður sé með COVID eða ekki. Takk fyrir þetta. Takk sem leiðis.